Góðan daginn og velkomin á þennan hádegisfyrirlestur hjá Umhverfisstofnun. Ég heiti Bergdís og ég vinn sem sagt hjá teymi efnamála innan stofnunarinnar. En við hjá teymi efnamála ætlum að fjalla efnin sem finnast inn á heimilum okkar. Ég ætla að biðja alla þá sem hafa spurningar að skrifa þær hérna í spjallið á viðburðinn. Og þeim verður svo svarað bara í lokin, svo ætlum að fá að keyra fyrirlesturinn og hafa svo smá umræður og fyrirspurnir eftir á. Ég held að þá sé bara tími til að byrja að opna þessa fræðslu. En já, margir velta kannski fyrir sér, af hverju er ég að pæla í þessu? Þarf ég að vita eitthvað efni? Er þetta ekki bara eitthvað sem ég get leitt fram hjá mér? En jú, við teljum að það sé mjög mikilvægt, því að efni spila mikilvægan þátt í okkar daglega lífi. Þau eru fyrst og fremst náttúrulega hugsuð til að bæta lífsgæði, svo sem auðvelda athafnir eða lengja líftíma á vörum. Þau eru meðal annars notuð í hreinsivörur, eldhúsáhöld, skordýr- og illgresiseyða, í leikföng og í snyrtivörur. En flestar vörur sem við notum svona frá degi til dags innihalda mun fleiri efni heldur en áður fyrr og neyslan hefur vaxið gríðarlega síðastliðna áratugi. Til að mynda, ætla ég að nefna hérna dæmi, þá sem sagt, fyrir heimsstyrjöldina kringum 1930 þá var svona það bil 1 milljón tonna efnablandna á heimsvísu að vera framleitt það árið fyrir 1930. Svo eftir seinni heimsstyrjöldina eða fyrir 1950 þá jókst það frá 1 milljón tonna upp í 7 milljónir tonna það árið. En svo tekur vaxta kippur, en síðustu aldamót var framleiðslan 400 milljónir tonna á ári, en í dag má áætla að framleiðsla efnablanda á heimsvísu sé nær svona 1000 milljónum tonna á ári. En talið er að heimsframleiðslan muni tvöfaldast fyrir árið 2030. Á meðan flest öll þessara efna eru svona hugsuð eða hönnuð til að bæta líf okkar, þá eru þau mörg sem eru að valda skaða á heilsu okkar eða umhverfinu okkar. Sum efnanna eru sem sagt mjög eitruð í smáum skammtum, á meðan önnur hafa ekki áhrif strax heldur koma eftir einhvern tíma. Þeir kannski eflaust þekki þegar þeir eru að nota hreinsivörur fyrir heimilið, þá er oft hættumerki á því, af því að oft þá er þeir að erta húðina eða augun, þá fær maður rauða húð og klæjar rosalega mikið í það. Þá veistu strax, þú veist að þú ert að nota einhver efni sem að þú þarft aðeins að meðhöndla varkári hátt. En svo eru þessi efni sem hafa áhrif á lengum tíma. Það eru þessi efni sem hafa áhrifin koma ekki alveg strax fram, heldur taka kannski tíma eða maður tekur ekki eftir því, eins og sem þróa með sér ofnæmi, eins og lyktarefni í vörum, önnur valda smá skemmdum í líffærum, önnur geta verið krabbameinsvaldandi, eins og hefur komið nokkur efni í umræðunni síðastliðin ár, eða raskað hormónum og innkirtlastarfsemi, sem þýðir á mannamáli að þetta séu svona efnaskipti kvillar inn í líkamanum sem að geta valdið offitu eða sykursýki, skjaldkirtilsvandamál, frjósemisvandamál, truflun á tíðahring kvenna og þroska bara almennt, til dæmis þroska fóstra í móðurkviði. Það sem er einnig varhugavert við þessi efni er að þau eiga til að safnast fyrir í fituvefjunum og sitja þar fast. Svo er ekki því miður, þá hefur þetta nefnilega einnig skaðlegri áhrif á börn heldur en fullorðna, þar sem að líkami barna og starfsemi þess er enn að vaxa og þroskast, og því er mjög nauðsynlegt að við séum mjög meðvituð hvað við erum að nota, hvað við kaupum og hafa svona bak við eyrað hvað við erum að koma með inn á heimilið. Þetta er gert til að reyna að minnka sem mest möguleg neikvæð áhrif á heilsu okkar og umhverfis, og þá með því að þekkja svona hvaða valkosti við höfum og hvað ber að varast. En hverjir eru við að fræða ykkur? Við erum sem sagt, sem stöndum á bak við þessari fræðslu er teymi efnamála, eins og ég nefndi áðan.
Við erum sérfræðingar í efnamálum hjá Umhverfisstofnun og vinnum við margslungin verkefni. Til dæmis erum við mjög mikið í eftirliti með efnavörum, en eftirlitið snýr mest að atvinnulífinu, svo sem birgjum, rekstraraðilum og þjónustuaðilum. Og þá hvort vara þurfi til dæmis sérstakar merkingar eins og hættumerkingar, hvort varan inniheldur leyfileg efni, varan réttan skráð, þarf hún að vera í einhverjum gagnagrunni, þarf einstaklingur að hafa leyfi til að meðhöndla vöruna, markaðssetningin lögleg. Við gefum til dæmis út eða samþykkjum markaðsleyfi fyrir ýmsa vöruflokka svo sem sævivörur og plöntuverndarvörur ásamt því að samþykkja leyfi sem að Efnastofnun Evrópa gefur út. Þess fyrir utan erum við líka með notendaleyfi, hverjir mega meðhöndla vörurnar. Og svo eins og þessi fyrirlestur, svona almenn fræðsla og náttúrulega veitum við ráðgjöf fyrir fyrirtæki hvernig að standast kröfur efnalaga og svo erum við alltaf að reyna að miðla okkar þekkingu og svara fyrirspurnum sem berast okkur bara víðsvegar, hvort sem það frá ráðuneytum, öðrum opinberum stjórnsýslum eða bara almenningi. Og reynum að svara eftir bestu getu. En nú byrjum við kannski á að taka ykkur í gegnum þetta típiska heimili, svona meðalheimili. Við ætlum að taka fyrir sem sagt 6 herbergi, tala almennt hvað ber að varast, hvað við getum gert og hvað við getum svona tekið með okkur út þegar við erum að kannski í hugleiðingum að kaupa eða endurnýja eitthvað og hvað við erum að nota dagsdaglega. Ég ætla að fá hana Hafdísi til að byrja og hún ætla að fá að tala stofuna. Ef þú ert tilbúin, Hafdís, þá máttu endilega segja okkur hvað í stofunni okkar. Já, takk fyrir Berdís. Þegar við veljum okkur húsgögn og hluti í stofun okkar ýmislegt sem gott að hafa í huga. Til dæmis geta sófar úr gerviefnum innihaldið eldhefjandi efni. Þeim bætt í textílinn til að hindra það kveikni í sófanum ef eldur kemst að honum. Eldhefjandi efni brotna ekki niður og grunur að þau séu innkeyrslutruflandi og eða krabbameinsvaldandi. Líklegt að sófa sem seldir með áklæði sem hrindir frá sér óhreinindum innihaldi svokölluð perflúoruð efni en þeim bætt í textílinn þar sem þau eru fitu- og vatnsfráhrindandi. Sum þessara efna eru innkeyrslutruflandi, ofnæmisvaldandi og krabbameinsvaldandi. Til að minnka áhrif frá þessum efnum gott að hafa í huga að velja sófa með áklæði sem hægt að taka af og þvo eða einfaldlega velja sófa með áklæði úr náttúrulegum efnum, til dæmis ull. Síðan alltaf gott ráð að ef nýji sófinn lyktar illa af svona svokallaðri, eða það sem við getum kallað efnalykt, þá best að lofta vel út í rýminu. Þar sem perflúoruð efni eru fitu- og vatnsfráhrindandi geta þau einnig verið í gólfbóni. Og hvort tveggja eldhefjandi og perflúoruð efni geta síðan leynst í öðrum textíl úr gerviefnum, svo sem gólfmottum. Annað efni sem langar að nefna í sambandi við gólfmottur formaldehýð. Það notað sem innihaldsefni í lím og leysiefni og þeir sem eru viðkvæmir fyrir því geta fundið fyrir einkennum frá öndunarfærum og húð. Til dæmis getur það verið til staðar í mottu sem með svona mjúku plasti undir, en það límt undir mottuna til hún renni síður til á gólfinu. Formaldehýð getur einnig verið í ódýrum húsgögnum og hillum úr spónaplötum, þar sem plöturnar hafa límdar saman. Og þá væri hérna betri kostur til dæmis að velja hillur og húsgögn úr gegnheilum við. Síðan það sjónvörpin okkar. Þau innihalda eldhefjandi efni. Það má finna þau í raftækjum. Þannig að þegar nýtt sjónvarpstæki kemur inn á heimili gott ráð að stilla það á standby mode og láta lofta vel það fyrstu 2 vikurnar. Eftir það gott að muna eftir að slökkva allt á tækinu þegar það ekki í notkun. Þessi efni sem ég hef nefnt hér safnast fyrir í ryki á gólfum heimil okkar þegar þau losna úr húsgagninu eða raftækinu. Og því mjög mikilvægt að ryksuga oft
og þá sérstaklega ef það eru lítil börn eða dýr á heimilinu, þar sem þau eru jú mikið á gólfinu. Í lokin langar mig að nefna kerti. Það eru kerti, ekki bara kerti, nei, ekki alveg. Til dæmis langalgengast að kerti séu úr parafíni. Ef við bruna á parafín myndast sót sem getur verið heilsuspillandi. Við bruna losna líka koltvíoxíð sem sama efni og í útblæstri frá bílum. Við viljum minnka losun koltvíoxíðs út í umhverfið og því væri betra val að velja kerti úr sterín eða vaxi en þau losa mun minna koltvíoxíð. Þessi kertaheimur getur verið svolítill frumskógur fyrir hinn almenna neytanda og til að auðvelda okkur að velja rétt langbest og öruggast að velja umhverfisvottuð kerti, til dæmis Svansmert. Þá getum við verið viss að vera með gæðavöru sem uppfyllir ströngustu kröfur fyrir heilsu okkar og umhverfi. Að lokum síðan gott að forðast alveg ilmkerti, þar sem þau geta gefið frá sér efni sem ofnæmisvaldandi. Afsakið þetta. Já. Takk fyrir. Í bílskúrnum eða geymslunum okkar, þar geymum við ýmislegt. Það geta verið efni sem við notum kannski ekki inn á heimilinu, heldur utandyra. Þetta geta líka verið efni sem við notum stöku sinnum inn á heimilinu. En það er það hættulegt að við viljum ekki geyma það þar og þess vegna höfum við inn í bílskúri eða í sérgeymslum bara eftir aðstæðum. Þessar efnavörur þær eru oft á tíðum bæði skaðlegar fyrir umhverfið og heilsu manna. Efni sem við notum utandyra geta einmitt verið skaðleg umhverfinu og þá sérstaklega oft eitruð fyrir vatnalífverur. Og dæmi þetta eru til dæmis illgresiseyðar eða skordýraeyðar sem geta verið notaðir í görðunum okkar og hafa þann tilgang að eyða þeim lífverum eða plöntum sem á við. Viðarvörn er annað dæmi efni sem við notum utandyra og berum á pallinu okkar til þess að koma í veg fyrir að timbrið brotni niður af fúni. Viðarvörnin hún inniheldur oft ýmis efni eins og litarefni, fúa og rótvarnarefni líka sem geta haft skaðleg áhrif. Og það sem að notkunin á þessum efnavörum út í umhverfinu þá ber okkur vissulega að fara mjög varlega við notkun á þeim til þess að bæði að koma í veg fyrir þá skaðleg áhrif umhverfið og líka efnin berist ekki í niðurföll eða í vatn. Aðrar efnavörur í bílskúrnum eða geymslunni sem að innihalda mjög hættuleg efni eru til dæmis stíflueyðir, ýmiss konar bílavörur eins og til dæmis hreinsiefni fyrir bíla eða tjöruhreinsir og penslarhreinsar eða önnur hreinsiefni fyrir málingaverkfæri. Stíflueyðir er einmitt dæmi eitt hættulegasta efni á heimilinu. Þetta er mjög sterkt hreinsiefni sem er ætandi, oft unnið úr vítisóta. Og þó svo að snerting við svona ætandi efni eins og stíflueyði sé bara í mjög stuttan tíma, þá getur þetta valdið mjög alvarlegum skemmdum á augu, slímhúð og jafnvel djúpum brunasúrum á húð. Sem gott er að hafa í huga þar má alls ekki blanda saman stíflueyðum sem innihalda til dæmis sýrur og klórefnasambönd vegna þess að þá getur myndast svo kallað eitrað klórgas sem er mjög hættulegt fyrir okkur. Síðan eru bara þessi almennu hreinsiefni sem við eigum og innihalda oft ónæmisvaldandi ilmefni, getur verið innkirtlatruflandi, rotvarnarefni eða sótthreinsiandi efni sem safnast upp í náttúrunni og brotna mjög hægt niður og eru eitruð í lífverum. Leysiefni sem geta haft áhrif á taugakerfið og flúorefni sem hrinda frá sér óhreinindum eða vatni. Þau geta til dæmis haft áhrif á frjósemi eða jafnvel grunum og valda krabbameini, eins og við búum að minnast hérna aðeins á. En þá er það spurningin, hvað er hægt að gera til þess að minnka áhrif? Og í garðinum þá er einlegast að halda allri efnanotkun í algjöru lágmarki og hafa þessi stað bara fjölbreytt lífríki í garðinum. Við getum notað fyrir eins og bara hefðbundnar eins og að reyta illgresi með höndunum eða verkfærum. Tínum skordýr í burtu af einstökum plöntum eða það er hægt. Það er líka hægt að sprauta vatni á gróðurinn þannig að skordýrin falli af. Og ef það reynist nauðsynlegt að nota efni, veljum þá vörur sem inniheldur áhættulítið virkt efni. Það er hægt að spyrjast fyrir slíkt í verslunum sem selja þessar vörur. Varðandi aðrar efnavörur, veljum umhverfismerktar vörur þegar hægt er. Úrvalið af þessum vörum hefur aukist umtalsvert og til dæmis er hægt að velja umhverfisvottaðar viðurvörn. Til að nefna dæmi. Annars reynum að velja efnavörur sem innihalda þá skaðminni efni
og notum ekki heldur sterkari efni heldur en að nauðsyn á. Verum síðan bara duglega að spyrjast fyrir í verslunum. Hvað í boði? Eru til skaðminni og umhverfisvænni valkostir? Og verum alltaf meðvituð hvaða efnavörur við erum að nota. Svo rétt í lokin. Notum alltaf rétta skammta vegna þess að ofskömmtun getur valdið auknu álagi á umhverfið. Það getur líka auki hættuna því að það sé meira af efnalaugum til staðar, til dæmis á yfirborðsflötinu sem við vorum að meðhöndla eða vorum að þrífa. Þá held ég sé þetta gott héðan úr bílskúrnum og gef orðið til hennar Fífu. Þá erum við sem sagt komin inn á baðherbergið. Hvað leynist í skápunum inn á baði? Eru þeir kannski yfirfullir af snyrtivörum? Á flestöllum baðherbergjum þá geymum við ýmsar snyrtivörur eins og rakakrem, tannkrem og sjampó allavega. Og snyrtivörurnar eiga ekki að innihalda efni sem eru skaðleg fyrir okkur. Og það langur listi efna sem eru óleyfileg og bönnuð sem innihaldsefni í snyrtivörum. Og undanfarin ár þá komin samstaða að finna þau efni sem geta mögulega verið innkirtlatruflandi og rannsaka áhrif þeirra og í kjölfari leyfa eða takmarka eða hætta alveg notkun þeirra. Og sem dæmi innkirtlatruflandi efni sem hafa þegar verið bönnuð í snyrtivörum eru ýmis paraben sem voru notuð sem rotvarnarefni til þess að hamla örveruvexti og lengja líftíma snyrtivara. Annað dæmi bönnuð innkirtlatruflandi efni dibutyltalat sem var meðal annars notað til að auka teygjanleika í naglalakki og festa hárlit. Við þurfum líka að hafa í huga að það eru líka til efni sem eru leyfileg í snyrtivörum en geta valdið skaða ef ekki farið eftir leiðbeiningum. Hér má nefna dæmi eins og til dæmis að hafa háraliti of lengi á hárinu eða nota ekki hanska við að bera háralitin á hárið sem gæti auki líkur á ofnæmisviðbrögðum. Einnig vil ég minnast á að þegar við spreyjum ilmvatni, hárspreyi eða svitalyktaeyði þá getum við andað að okkur efnum sem enda í lungunum. Og ilmefni og önnur rokgjörn efni sem losna geta verið ofnæmisvaldandi og þá sérstaklega fyrir börn, gæludýr og þá sem eru viðkvæmir í öndunarfærum. Og það má líka nefna ilmkjarnaolíurnar sem eru töluvert í notkun nú til dags geta innihaldið ofnæmisvaldandi efni líka. En þá spyrjum við hvernig getum við verið ábyrgir neytendur og vernda heilsu okkar og umhverfi. Nú, það í fyrsta lagi að vanda valið á vörunum, að kaupa ekki vörur þar sem upplýsingar innihald liggi ekki fyrir. Ofnæmisvaldandi efni eiga að koma fram á innihaldslýsingu snyrtivara. Í öðru lagi að lesa leiðbeiningar. Síðan getum við takmarkað notkun ilmefna, sérstaklega nálægt börnum. Og ekki nota gamla snyrtivörur eða gefa börnum útrunna snyrtivöru til að leika sér með. Og við getum líka valið vörur sem hafa hlotið umhverfisvottun. Og rétt að lokum, áður en við förum út í baðherberginu, vil ég henda á ykkur spurningum til umhugsunar. Mögulegt að minnka sóun með því að reyna að klára að nota snyrtivörur áður en við kaupum nýjar? Finnst nokkuð á ykkar heimili eldgömmul sólavörn sem gleymdist aftast í skápnum? Og þar með sendi ég yfir í næsta herbergi sem ég gerir ráð fyrir að sé barnaherbergið og hann Ísak. Ég ætla að fá að vera á undan af því ég svo frekk. Nei, ég segi svona. Ég ætla að fá aðeins að tala svefnherbergið fyrst og þarna áður en Ísak fær orðið. En við verjum almennt miklum tíma inn í svefnherbergjunum okkar og því mikilvægt að hafa í huga hvað við veljum þangað inn. Eyðum náttúrulega miklum dýrmætum tíma á ævinni sofandi, svo hvað erum við að sofa á? Til að mynda þá geta leynst nefnilega óæskileg efni í rúmunum okkar. Ef til vill eru einhverjir hér sem eru nýbúnir að kaupa sér nýtt rúm eða þurfa að endurnýja dýnuna og þið kannski þekkið eða munið eftir þessari miklu sterku lykt sem gossar upp þegar þú ert nýbúin að taka utan af rúm svona plastinu eða á svona umbúðunum. Þessi sterka lykt nefnilega merki efni, einhver efni sem þú vilt kannski ekkert endilega vera í snertingu við.
Sem dæmi til dæmis svampdínan, en svampdínur eru yfirleitt mjög eldfimar. Það mikið af eldtefjandi efni í þeim, en Hafdís talaði hérna áðan skaðsemi þeirra þegar hún fjallaði stofuna og húsgögnin. Einnig eru mörg efni notuð við framleiðslu rúmanna og meðan framleiðslunni stendur og þangað til þau eru fullbúin, en þessi efni hverfa oftast ekkert á leiðinni í að verða fulltilbúin. Til dæmis ætla ég að nefna formaldehýð, en formaldehýð lagar lit, það á að hindra rýrnun, hrukkur og bletti og því líkt í vefnaðarvöru. Svo eru auðvitað efni sem vinna gegn myglu vegna langs flutnings. Nú oftast koma rúmin okkar frá einhverju allt öðru landi og þá þarf að verja það ef einhvað kemst í gáminn í skipinu. Nú einnig get ég nefnt bindiefni eða stöðgunarefni og efni bara almennt sem eru þarna til staðar til að ná fram ákveðnum eiginleikum. Þetta allt frá leifum varnarefna til hættulegra litarefna. En þessi efni eru náttúrulega ekki bara í dýnunni. Því að hvað í kringum okkur líka? Það náttúrulega vefnaðarvörur allt í kringum okkur, til dæmis lakið, rúmfötin okkar, gólfteppið, gluggatjöldin, dýnuhlífin. Þetta oft vörur sem eru með alveg sömu efnin og eru í rúmunum. En til að mynda þá eru nefnilega dýnuhlífar mjög algengt eða oftast notað í þær PVC plast. En plastið á sem sagt að vernda dýnuna frá vökva, við erum náttúrulega að nota yfirdýnu til að passa að dýnun okkar endist lengur. PVC tiltölulega hart plast sem notað víða, sem ekkert svo hættulegt í sjálfu sér, en það sem gert við PVC það sem varhugavert. Það sem sagt fyrst og fremst það mýkt og þá það oftast mýkt með þaletum og svo það stabílað að gert sterkara með blýi. Svo það oft þessi auka efni sem eru í plastinu til að ná fram ákveðnum eiginleikum sem að hafa þessi truflandi áhrif á okkur. En nú kannski kannast einhverjir aðrir við að geyma skartgripa á náttborðinu sínu, allavega ég ein af þeim sem hef það bara á náttborðinu því að ég laut honum ekki að eiga flott skartgripatré. En vandamálið sem þar getur bara verið að ódýrt skart geti verið mikið af því á heimilinu. En ódýrt skart, hvað svona varhugavert við það? Það náttúrulega að því það ódýrt, þá það oft með ódýrum hráefnum. Og það þá notað talsverðar efnablöndur. Til dæmis hér áður fyrr, þá var ódýrt skart þynnt mikið með blýi og þar að gefa kadmíum notað til að gefa gulan lit og svo var nikkel til að húða skartið til að auka endingartímann. Þessi þrjú efni sem ég var að nefna hafa reyndar verið takmörkuð mikið til, en það á við reglugerðir í Evrópu. Svo maður þarf kannski að vera svolítið vakandi hvaða efnareglur og regluverk gilda annar staðar, af því að það eru oft ólíka reglur efni og efnainnihald og takmarkanir. En ég er búin að vera að einblína svona aðeins á vandann og hvar hann finnst, en hvernig getum við stuðlað betra umhverfi svefnherbergisins? Jú, einmitt. Við val á rúmum og dýnum og vefnaðarvörunum reynum að velja umhverfismerkt. Ef við ætlum að fara út í það, þá til dæmis Ecotex eða Svanurinn, sem eru mjög góða merkingar, eða GOTS, merktur bómull. Þessar merkingar finnast bara á umbúðunum eða búið að sauma í vöruna sjálfa, til dæmis sauma í rúmfötin. Nú dýnuhlífarnar, reynum að forðast PVC plastið. Reynum að velja dýnuhlífar eða spyrjast fyrir hvað í dýnuhlífinni og athuga og sjá hvaða aðra valmöguleika þú hefur. Til dæmis það að velja Ecotex merkt bómull eða GOTS merktan bómull. Nú, ef þið ætla að kaupa svo nýjar dýnur eða nýjar vefnaðarvörur og þið finnið þessa lykt, þið kannski búin að kaupa þetta nú þegar, þá það að minnka mjög mikið áhrifin ef að þið loftið vel það áður en þið notið og ekki nota fyrir að lyktin farin að mestu.
og reynum alltaf líka að þvo vefnaðarvörur fyrir notkun, sem sagt. Rúmfötin okkar á lökin þegar þið takið úr pakningunni, þvoið þau að minnsta kosti 2-3 áður en þið setið það á dýnuna sjálfa. Svo eigum við líka náttúrulega fullt af flottum öðrum lausnum eins og að fara náttúrulega leiðina eða náttúrulega efni sem að innihalda oftast mun skaðlausari efni og þetta eru efni sem við þekkjum. Til dæmis hestahár, það til dýnur úr hestahárum, það til dýnur úr ull, til dæmis okkar íslenska lopaullin, það til, ég nota til dæmis sæng úr ull sem mjög fín. Svo náttúrulega og Ecotex merkt bómullin eða hör, svo út allt land fólk að tína dún og fiður, æðadúnnin, fínn í sængur. En með skartgripuna, þá vil ég svolítið tala það að velja frekar dýra og vandaða skartgripa, því að þá vitum við að það oftast bara einhvað eitt hráefni notað, gull, silfur, stál og því líkt. Og eiga þá frekar góða, fáa og vandaða hluti, heldur en marga, ódýra og óekta. Þá erum við búin að aðeins að minnka þessa snertingu okkar við þessi efni og við vitum meira hvað í vörunni, til dæmis að þið farið bara í skartgripaverslun og spyrjið eða ætla að kaupa ykkur silfurhring eða eitthvað svoleiðis hvað í þessu, hvernig var hann gerður. En nóg svefnherbergið, Ísak, ég ætla að kynna þig til leik og þú ætlar að tala hérna barnaherbergið. Ef þú varst tilbúin, Ísak, þá máttu bara ríða á þið. Já, takk fyrir það, Bergdís. Þegar við komum í barnaherbergið, þá náttúrulega margt sem finnst þar sem ekki svo ólíkt endilega öðrum herbyggjum í húsinu. En það sem við erum sérstaklega að hafa í huga varðandi það, eins og búið að koma fram, að börnin eru viðkvæmari fyrir áhrifunum af efnahættunum heldur fullorðið fólk. Og það ýmislegt sem kemur til þar. Þau eru í grunninn með þynnri húð en við fullorðna fólkið og þau anda og borða og drekka meira hlutfallslega með sína líkamsþyngd heldur en við gerðum. Þannig að það möguleikinn á að þau innbyrði hreinlega hlutfallslega meira af óæskilegum efnum. Ofan á það þá eyða þau miklum tíma á gólfinu og leika sér þar í mörgum tilfellum og þar safnast fyrir eins og fram hefur komið rykið sem getur innihaldið efnalefarnar. Og ofan á þetta allt saman notaði mikið snertingu, þau eru mikið með hendurnar í hlutunum, setja hluti í munnin sem gerir því ennþá útsettari fyrir þessu öllu saman. Og ofan á þetta allt saman eru síðan kropparnir þeirra ennþá að vaxa og þroskast og hafa ekki náð sömu skilvirkni kannski eins og fullorðnir líkamar í útskilnaði og niðurbroti á efnunum. Þá spurningin hvernig ætlum við að tækla þetta til að vernda þetta viðkvæmasta fólk á heimilinu. Ef við tökum það fyrir nokkrum bútum og segjum fyrst ef við stöndum frammi fyrir barnaherberginu eins og það hjá okkur í dag, hvað það sem við viljum fjarlæga. Og það kemur náttúrulega fram á glærunni eitthvað en það eru svona nokkrar þumalputtareglur sem maður getur notað yfir hluti sem þú vilt ekki hafa í barnaherberginu. Leikföng sem lykta, það liggur í hlutarins eðli að þeir lykta þá eru þeir að gefa frá sér efni og hvort sem þau lykta af einhverju sem við tengjum við óæskilega efnalykt eða eru hreinlega ilmefni að þá eiginlega hvortveggja eitthvað sem við viljum losna við. Því eins og komið fram þá eru ilmefni geti í mörgum tilfellum verið ofnæmisvaldandi og rétt að nefna að þar maður ekki búinn að leysa vandamálið þó að ilmefnin séu á náttúrulegum toga því að ilmefnin í náttúrunni geta mjög líka verið ofnæmisvaldar. Ef við erum með plastleikföng sem eru þannig viðkomu að manni finnst þau klístruð eitthvað svoleiðis, þá ættum við að fjarlæga þau strax. Það gefur til kynna að það sé að leka úr þeim efni. Og þetta getur til dæmis átt við það sem almennt gott að fjarlæga sem eru gömul leikföng úr mjúku plasti. Því að alveg eins og hún nefndi varðandi dýnuhlífarnar og Bergdís, að slík leikföng geta verið úr því sem kannski í grunninn tiltölulega hart plast en það búið að mýkja það með óæskilegum efnum eins og þalutum. Þannig að gömul mjúk plastleikföng eitthvað sem við ættum ekki að hafa í barnaherbergi. Slím, gríðarlega vinsæl leikföng hjá börnum og gríðarlega óvinsæl hjá fólki sem vinnur í efnamálum. Þau hafa mjög mikla líkur á að slím geti innihaldið óæskileg efni og þau geta náttúrulega ef þau innihalda óæskileg efni þá geta þau mjög auðvitað blætt út úr leikfangi eins og slími. Og svo kannski þetta nefna í restina
leikföngin sem ekki leikföng, gömul raftæki, börn fá gamla síma eða vasaregna eitthvað til að leika sér með. Þetta náttúrulega ekki tæki sem að hafa verið prófuð samkvæmt kröfum fyrir leikföng og ættu ekki að vera sem leikföng fyrir börnin. Það svona það sem við getum tæklað því sem er mögulega þegar að finna í barnaherbergjunum og þá spurningin hvernig breytum við rétt þegar við erum síðan að kaupa inn í herbergin og þegar við förum að kaupa leikföng til að mynda, þá kannski línan svo sama í þessu eins og mörgu öðru. Kaupum minna og vöndum valið, kaupum ekki skran. Það mjög mikilvægt held ég núna að styttist nú í skógjafa tíma, þannig að allir jólasveinar sem eru farin að huga því að kaupa inn ætti að hafa það í huga að ekki kaupa drasl, það hættara við með mjög ódýr leikföng að þau geti verið einhvern veginn öðruvísi sem við viljum hafa þau. Við höfum að passa að við innkaupa leikföngum að þau séu CE-merkt. Ef þau eru það ekki, þá getum við ekki stólað þau og það eru staðistar kröfur og standarda sem að gilda í Evrópu. Það eru bæði varðandi efnahættur en líka bara varðandi köfnunahættu og annað sem að er passað upp á í þessari heimsálfu. Það voru síðan auknar kröfur sem kom til efnainnihaldsleikfanga tóku gildi í 2013. Þannig að leikföng eldri en það gætu innihaldi meira óæskilegum efnum og það sé náttúrulega ekki hægt að fullyrða það. Nú, við veljum náttúrulega umhverfismerkt þegar það í boði. Þá búið að draga eins mikið úr óæskilegri efnanotkun og hægt Og svo vert að nefna líka með börn og snyrtivörur. Það er þetta æskilegast til að minnka efnaálagið bara heilt yfir á börnum hans. Ekki nota snyrtivörur á börn ef ekki þarf á að halda. Þau geta þetta þurft rakakrem og eitthvað en að halda því bara í lágmarki. Og ekki kaupa snyrtivörur sem eru markaðsettar sem leikföng, eins og leikfarði eða annað slíkt. Það er ekki víst að það hafi þá farið og verið prófað samkvæmt þeirri löggjöf sem væri viðeigandi þessar snyrtivörulöggjöfinni. Mér er svo rétt að nefna líka að forða, svo sem heyrir undir það að vanda valið, forðum svona óþarfa innkaup. Ég veit að til að mynda algeng freisting þegar fólk að kaupa sér eitthvað sem það ætlar að kaupa á netinu. Það sér, heyrðu, þetta nú hræódýrt hérna, gríp þetta með í leiðinni. Það í mörgum tilfellum lélegar vörur. Oft koma kannski heim og maður sér nú þetta algjört drasl og þar getur þess að farið beint í ruslið en að muna líka að þó að varan sé ódýr og peningakostnaðurinn hjá okkur hverju einu sé ekki mikill að þá það samt framleiðslan kostar náttúrun alltaf eitthvað. Aukalega langar mér svo að nefna bara svona almennt efnaálag í herberginu sem tengir svo sem því sem búið að tala á undan. Þvoum öll ný föt fyrir fyrstu notkun, það mjög mikilvægt. Þegar við kaupum ný húsgögn inn í barnaherbergi, áður þau fara inn í barnaherbergi og fá sinn samastað þar, láta lofta vel af þeim, til dæmis það sem með svampdýrum í. Ef að við finnið efnalykt af húsgögninu, þá það að gefa frá sér einhver efni, þannig að þá getur þurft að láta lofta eins betur það áður en það fer inn í herbergið. Svo má nefna kannski í restina líka að ef við erum með einhver gömul leikföng sem fólkið ekki vænt en eru vafasöm, skulum við segja, upp að efnaöryggi að gera, getur maður auðvitað átt eitthvað svoleiðis en ekki haft það alltaf í umferð. Mætti nota þau bara á tildögum eða svoleiðis. Og svo varðandi innkaupin, þá allt í lagi að segja ættingjum og aðstandendum, ég vil ekki að svona komin á heimilið og hjálpa þeim og ömmur og afar geta oft þurft smá leiðsögn með svona hluti. Annars held ég að ég segi bara skilið við barnaherbyggi í bili og ætli hún Kristín komi þá ekki fyrir okkur núna og segja okkur eldhúsið. Já, við skulum reyna hvort það gangi betur núna. Í eldhúsinu eru margir hlutir sem gott að hafa í huga þegar kemur að hættulegum efnum eða hættulegum eiginleikum efna. Og margt af þessu eru plastílát og plasteldhúsverkfæri. Fyrsti hlutinu sem við ætlum að skoða í eldhúsinu í dag eru eldhúsáhöld úr svörtu plasti, svo sem spaðar, þeytarar og þess háttar. Þessi áhöld eru oft á tíðum framleidd úr polyamíði eða öðru nafni nælon og geta þá innihaldi anilín sem getur lekið út í matinn. Anilín grunað að valda skaða á erfðaefninu og langtíma notkun eykur hættu á krabbameini. En hversu mikið af þessu skaðlega anilíni sem lekur út úr eldhúsáhöldunum og í matinn fyrir eftir hvernig við notum þau. Við eldum við mikinn háan hita og lengi þá og erum með áhöldin í matnum þá eykur það hættuna á að anilíni færist yfir í matinn við eldamennskuna.
og eldhúsáhöld sem framleidd innan Evrópusambandsins og merkt með gafli og glasstimplinum, þau eru oftast í ágætis gæðum og þá minnkar það hættuna að þau innihaldi hættuleg efni. Annar hluti sem vert að hafa í huga eru plastílát, eins og Nestis box og önnur plastílát sem við notum undir mat. Við skulum hafa í huga að nota eingöngu ílát undir matvöru sem ætluð undir mat. Í plasti oftast viðbætt aukaefni sem bætt í plasti við framleiðsluna. Þessi efni gera plasti mjúkt og sveigjanlegt að líta það stundum og ver plasti gegn eldi, gera það sterkara eða bakteríudrepandi. Þessi viðbættu efni eru að vissu leyti hreyfanleg í plastinu og geta þar af leiðandi fært sig úr plastinu og yfir í matinn sem geymdur í ílátinu eða á hendurnar á okkur. Og sum þessi íbættu efni geta verið skaðleg heilsunni og haft skaðleg áhrif á umhverfið. Eldri plastvörur og plast sem framleitt fyrir utan Evrópusambandið getur innihaldið hættuleg efni sem ekki lengur leyfilegt að nota í Evrópusambandinu. Og þessi íbættu efni geta verið haft áhrif á hormónaframleiðsluna og þroska eistna og æxlunartruflandi. Þriðji hlutinn sem ég ætla að tala í dag í eldhúsinu, það svokallað take-away box. Þetta eru einnota matarílát sem við fáum utan tilbúinn mat sem við kaupum og tökum með okkur heim. Það geta verið pítsukassar, örbylgjupoppokar, núðlukassar og þess háttar. Þetta í mörgum tilfellum jafnvel pakningar sem eru merktar sem líffræðilega niðurbrjótanlegar og hæfar í moltugerð. En þær geta oft á þeim innihaldi PFOS og einkennast að því að þau séu svona non-stick og fitu- og vatnsfráhrindandi. En PFOS-efni ekki eitt efni, heldur þetta eru þúsundir efna sem eiga sameiginlegt að þau eru langlíf í náttúrunni og í flestum tilfellum þá brotna þau bara ekki niður. Þau valda skaða á ónæmiskerfinu, geta haft áhrif á lifrina, kólesteról, skjaldkirtilinn og geta verið skaða æxlunarkerfið og valdi krabbameini. En hvað getum við þá gert? Jú, við getum til dæmis notað tréeldhúsáhöld. Við getum geymt matinn okkar í glerkrukkum og tekið með okkar eigin matarílát þegar við kaupum skyndibitamat. Heyrðu, þá það bara aftur til þín, Bergdís. Takk kærlega fyrir, Kristín. Og þá ætla ég að bara fá aðeins að taka þetta svona í stórum bútum núna. Við erum búin að fá fullt af flottu fólki núna til að segja okkur alls konar hluti. Þetta hefur kannski verið yfirgripsmikið og svolítið mikið, svo það alltaf hægt að hlusta á þennan fyrirlestur alltaf aftur, en hann verður svo á YouTube vonandi á morgun, seinasta lagi örugglega daginn eftir. En mig langar bara svona að hampra á lykilatriðunum hvað við getum gert, það sem var svona gegnumgangandi hjá okkur öllum. Svo þetta svona smá samantækt. Hvernig getum við minnkað snertingu við skaðleg efni? Jú, veljum umhverfisvottaðar vörur. Það svona fyrsti lykillinn. Að reyna að skoða og sjá hvort það sé ekki til umhverfisvottað eintaka típa af vörunni sem þú ætlar að kaupa þér. Því oft erum við ekki alveg viss innihaldsefnin. Oft eru þau löng, innihaldið bara með 30 mismunandi efnum og þau kannski munið ekki öll þessi heiti. Svo það gott að velja þessi umhverfismerktu vörur af því að til dæmis Svanurinn eða Evrópublómið, þær umhverfistu á markaðinum. Til dæmis ef valdar eru vörur með svansmerkinu hægt að treysta því að þær eru ofnæmisvaldandi. Þessi eru ekki með ofnæmisvaldandi efni, ekki með hormónaraskandi efni eða önnur óæskileg efni. Svanurinn gerir einnig auknar kröfur til þeirra vara sem framleiddar eru sérstaklega fyrir börn. Hér til hliðar á glærunni sjáu þið svo fleiri merki, kannski eru flestir kunnugir við svansmerkið og eflaust einhver eru við Evrópublómið, en það eru mörg önnur góð merki, til dæmis sænska Bramiljoval eða þýska merkið Blái engillinn. Svo þegar þið kaupið vörur merktar þessu, þá eru þið nokkuð trygg að þið eruð að minnsta kosti með umhverfisvænni og svona að setja á að nota
svona minni óæskilegri efni. Nú, verum líka svolítið meðvituð kaupin okkar. Reynum að kaupa minna, notum ef til vill eitthvað lengur. Við getum líka keypt alltaf notað eða fengið lánað. Það eru margar flottar loppur sprottnar upp hér og þar. Og svo bara ekki hika við að þú veist í verslunum að spyrjast fyrir hvað í vörunni eða hvernig þú getur fundið út úr því eða hvort að það sé til umhverfisvottuð típa af þessu sem þú ert að leita að. Svo náttúrulega rosalega góður vani að tileinka sér efnalæsi. Það þá bara að finna þessar upplýsingar til dæmis á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Við erum með fullt af góðum upplýsingum þar efnin og efnaflokka og hvað ber að varast. Svo náttúrulega alltaf hægt að googla. Google frændi alltaf hjálpsamur í þessu. Nú eða mæta fyrirlestur svona eins og þið eru að gera núna. Og fylgjast bara almennt með umræðinu í samfélaginu. En Umhverfisstofnun hefur átt líka þátt í 2 mjög góðum síðum. Önnur heitir Hönnuhús og það fjallar hættumerki á vörunum og hvað þau þýða. Og hin sem rosaflott Chemically Clever Island, en þar eru ítarlegar upplýsingar efnin á heimilinu ásamt góðum lausnum. Svona ítarlegri umfjöllun það sem við vorum að tala og kannski með fleiri dæmum. Nú, og svo þegar við erum með efni eða efnablöndur, reynum að blanda þeim ekki saman nema beinlínis sé ætlað til þess og alltaf lesa á umbúðirnar og þær leiðbeiningar sem fylgja til að tryggja örugga notkun. Svo vil ég bara svona minnast í lokin á það að almennt svona með heimilið, við skulum reyna að lofta vel út. Þá ég að meina að lofta út cirka svona 2 á dag og þá svo gott að miða við að minnstakosti svona 3, lágmarki 3 mínútur. Og svo að strjúka reglulega af hlutunum okkar og ryksuga í hverri viku. Því þessar athafnir sem sagt minnka styrk efnanna á heimilinu, bæði með því að lofta út og líka að rykið innandyra mjög mikið að innihalda þessi efni. Efnin sem sagt falla til af vörunum, detta á gólfið og festast eða loða við rykið. Þess vegna mjög gott að temja sér það að ryksuga að minnstakosti 1 sinni í viku. En ég vil þakka bara öllum sem komu að fyrirlesturunum og vonandi hafið þið lært eitthvað af þessu og getið tekið eitthvað veganesti með ykkur núna áfram. Ég ætla bara að opna núna aðeins fyrir spurningar. Ég sé að það eru komnar nú þegar nokkrar sem bara frábært. Fyrsta Fríða sem spyr efni sem heilsuspillandi, af hverju þau leyfð? Það svolítið flókin spurning en í stórum dráttum þá það þannig að efni fara á markað og það tekur stundum rosalega langan tíma fyrir rannsóknir að sýna góðar niðurstöður á áhrifum efnanna. Sem sagt, stundum taka langtíma rannsóknir tíma, þú vilt góðar og ítarlegar rannsóknir og það tekur allt tíma. Svo þegar rannsóknir eru komnar þá þarf það að fara í gegnum stjórnsýsluna. Stjórnsýslun tekur það fyrir og metur það og svo kemur það í reglugerð og svo fer það í eftirfylgni og eftirlit. Svo þetta tekur alltaf svolítið tíma, svo maður stundum í smá eltingaleik þegar það kemur að því að vera svona að ná framleiðendunum. En þarna við erum samt með mjög góða reglur í Evrópu almennt séð svona heimsvísu. Það búið að takmarka ansi mikið. Til dæmis þá við með efni sem eru almennt bara leyfisskyld eða bara takmörkuð, þannig að það má bara vera snefilmagn í ákveðnum vörum. Og eins og Ísak nefndi með leikföngin, þá náttúrulega kom ítarleg gerð þar sem var takmarkað ansi mikið og gerðar meiri kröfur. En já, ég myndi segja svona í stórum dráttum þá þetta niðurstaðan og staðfestingarnar rannsókninnar
sem að hægja á að finna út hvað efnin að gera. Vonandi svarar þetta svona spurningunni. Næsta kemur og spyr: hvað skal gera við heilsuspillandi efni sem maður vill ekki nota en að engu að síður ennþá til upp í skáp? Við mælum alltaf með því að flokka og það til dæmis Sorpa eða til dæmis Terra sem taka við spilliefnum og ég mæli hiklaust með að ekki henda bara hverju sem í ruslið, heldur fara með á móttökustöð og fá að setja þetta í góðan farveg. Svo ég segi endilega bara Sorpa.is sem mjög góða síðu þar sem þið getið bara skrifað inn og séð hvernig það flokkað og í hvaða gám það á að fara. Eða hafa samband við Terru. Terra líka með fullt af lausnum. Næst kemur: hvað gerir maður við útrunnar snyrtivörur? Fer það í almennt sorp? Og ég ætla að taka þessar tvær saman. Mætti bæta við í tengslum við snyrtivörunar að ekki má henda snyrtivörum í almennt sorp. Það eru snyrtivörur líkt á naglalakk, háralit, naglahreinsi, ilmvatn og fleira slíkt. Sterk efni, þau eiga öll að fara á flokkunarstöðvar, móttökustöðvar Sorpu og eða Terra til dæmis. Þar sem sérstakur staður fyrir spilliefni frá heimilum ásamt rafhlöðum og ljósaperum. Ég held bara að glöggur gestir hafi svarað akkurat þessu. Snyrtivörur, förum með það í, sem sagt, flokkunarstöðvar. Fífa, ef að þú vilt bæta einhverju við, þá máttu endilega hafa tækifæri núna með snyrtivörunar. Það má ekki bara reyna að fara með það á viðurkenndan stað. Jú, takk fyrir. Ég hef litlu við þetta að bæta. Það bara að ef þið eigið snyrtivörur í skápunum sem eru útrunnar að þá endilega fara með í flokkunarstöðvar heldur en að henda þeim í almennt sorp. Þannig að takk fyrir það. Takk fyrir, Fífa. Ég held að við höfum bara tíma fyrir eina spurningu í viðbót. Tíminn hlaupinn pínu fram hjá okkur, því miður. En ég tek kannski eina spurningu í viðbót. Sem sagt, já, ég sé að margir að spyrja að henda beint í ruslið. Ég vil bara ítreka reynum að flokka og reynum að setja þetta í viðurkennda móttökustöðvar. Af því að maður veit stundum ekkert hvað í þessu. Hér, já, kannski hérna. Teljið þið að náttúrulegt latex gott í svefnvöru? Já, náttúrulegt latex bara sem sagt gúmí og unnið bara úr gúmítré. Það hins vegar varhugavert hverju það blandað við, af því að eins og með plastið þá gúmí í ákveðinni áferð og það oft alls konar bætt við til að mýkja eða herða, til að leysa það. Það oft sett alls konar leysiefni og bindiefni og til að stöðga það og gera það einhvern sérstakann hátt. Svo það þessi íblöndunarefni sem að maður ekkert alveg sama hvað í. Svo ég mæli hiklaust með því að spyrjast fyrir í búðinni hvað í þessu. Líka af því að oftast þegar vörur merktar latex þá þær oftast bara einhvað 30–40% latex og svo restin bara einhvað svampur eða einhvað allt annað. Svo endilega bara spyrjið, ekki hika við að spyrja. Og já, ég held bara því miður að það muni kattast á sendinguna mína eftir örskamma stund. Hann farinn. Ok, en þarna ég bara hiklaust sendið fyrirspurnir á aust@aust.is. Við reynum að svara öllum. Ég sé að það voru margar mjög góða spurningar í viðbót, svo endilega þið hendið bara á okkur línu á aust@aust.is, þá getum við svarað ykkur beint þar. Þið getið líka alltaf haft samband bara við okkur hjá Umhverfisstofnun. En annars þakka ég bara kærlega fyrir vel mættan fræðslufund og ég vil þakka einnig sérfræðingunum okkar
fyrir að tala svona efnin og hvað þau geta gert. Þetta svona aðeins uppbrjót yfir því hvað maður gerir vanalega í vinnunni sem alltaf kærkomið. Svo ég vil bara segja takk kærlega fyrir mig. Fylgist með, við munum örugglega koma með fleiri fyrirlestra á næstunni en Umhverfisstofnun ætlar að hafa reglulega fyrirlestra núna. Takk!